Garðar kom hérna framvíkja samningin við Fram. Það kom aldrei neitt annað til greina eða? Nei, eiginlega ekki. Það var alveg einhver lið sem höfðu áhuga en ég var bara nokkuð öruggur á því að vera alltaf í Fram sko. Það er alltaf svoleiðis að með þessa kannski leikmenn sem að kannski skara fram úr í deildinni að einhverjir reyna að pota í þá en það er ekkert annað svona freista? Nei, eiginlega ekki. Þetta var það er spennandi tíma framöndan þetta sko. Ég hlakka rosa mikið til næsta tímabils. En jú, það voru alveg einhver félög sem hafði samband og svona en mér líður rosalega vel í Fram. Og bara eins og staðan núna, þá vil ég bara vera hér. Og þið sjálfsagt þokkalega ánægðir með veturinn. Þið voru alltaf spáð falli fyrir tímabilið, 2 stigum frá því að komast í úrslitakeppnina. Já, veistu sko, svona fyrstu 2-3 dagana eftir þennan valsleik þar sem við komumst að við myndum lenda í 5. sæti, það voru hrikalega súrir og það tók svolítið langan tíma að sjá að við höfum staðið okkur mjög vel. En núna sér maður að við vorum mjög flottir í vetur og komum mörgum á óvart og bara stóðum okkur vel. Það er ekki hægt að segja neitt annað sko, við stóðum okkur mjög vel sko. En eins og ég segi, fyrstu 3 dagana eftir þetta, þá sá maður það ekki. Þú sjálfur slapp svona þó nokkuð vel undan veturinn svona meiðslega sér? Já, bara svona ágætlega sko. Ég misti ekki á einn leik sko. En ég tognaði eitthvað, ég var pínu tæpur í lærin í síðustu leikjunum og svo braut ég á mig puttan. En það var ekkert meira en það sko. Já, ekkert særraði það? Smá brot á mar og... Já, svo eitthvað með místig síðan, ekkert alvarlegt sko. Ekkert sem hélt manni frá allavega að spila sko. Það er mjög gott sko. Gulli þjálfari framlíkja líka, þú hljóti að vera gríðilega ánægður að hafa hann áfram? Ég er mjög ánægður með það. Ég fíla hann í tætlur sko. Mér finnst hann er rosa heill náungi sko. Og hann er toppgauður sko. Og það er þægilegt að vera í kringum hann sko. Hann er rólegur og yfirvegaður og hann líka veit hvað hann vill sko. Og hann líka bara sýndi það núna í vetur, hann er toppþjálfari. Ég er mjög ánægður með það. Nú ég er ánægður með að við séum að semja núna við Stefán Darra, Freyr og þessu ungu og svona sem eru bara, þeir eru efnilegir, þeir eru orðnir mjög góðir sko. Það er mjög mikilvægt að halda þeim. Eruð þið búin að setja ykkur markmið fyrir næsta tímabil þó að sé langt í það? Nei, við erum ekki búin að setjast niður þannig sé sko, en ég held að markmiðið sé bara alltaf að gera betur en á þessu tímabili sko. Þannig að ósjálfrátt kannski að fara í úrslitakeppnina, allavega. Og það er alltaf markmið sem ég sett sko, það er alveg klárt. Ég nenni ekki að vera í fríi núna, það eru ömurlegt sko, ég veit ekkert hvað ég að gera. Það er bara einhverjir aðrir að spila handbolta og ég nenni varla að fara að horfa á að spila sko. En ég nenni ekki að vera í fríi á þessum tíma á næsta ári sko. Takk fyrir það.